Ég byrjaði að vinna hérna á Árnastofnun sumarið 1994. Þá kom ég hérna, ég var í raun og veru að gera lokaverkefni í bókasafnsfræði en ætlaði að gera verkefni úr þjóðfræðisafninu hér. Þannig að ég vann hérna þetta sumar, skráði einhver gögn, byrjaði að hugsa hvernig ætti að skrá þjóðfræðisafni. Og þegar ég sem sagt byrjaði hérna, þá var kaffistofan ekki þar sem hún er núna hérna í Árnagarði. Heldur var hún hérna í þar sem skrifstofan hans Gísla er, hérna frammi, bara eiginlega fyrsta herbergi sem að maður kom inn í þegar maður kom utan af ganginum. Og skipulagið á kaffistofunni var þannig að það voru bara svona stólaröð meðfram veggjónum og sem sagt undir glugganum. Og svo voru bara svona held ég 2 lítil sófaborð eða eitthvað svona á milli. Þannig að maður sat ekki svona við borð að drekka kaffi sitt eins og maður gerir núna á kaffistofunni. Og það var sko setið, eða þetta var mín upplifun af þessu. Það var svona setið í virðingaröð. Þannig að sko þeir hérna gömlu virðulegu fræðimenn, Stefán Karlsson, Jónas Kristjánsson, Ólafur Halldórsson, Bjarni Einarsson, þeir sátu þarna undir glugganum. Og svo var sem sagt röðin út frá þeim eftir báðum veggjanum. Þannig að sko ég var náttúrulega algjörlega í óæðsta sæti. Yst bara, algjörlega yst. Og það sagði eiginlega engin neitt nema þeir sko, því að ég held að allir hafi verið hálfhræddir að segja einhverja vitleysu eða þetta svoleiðis upplifði ég þetta allavega. Og ég sagði aldrei neitt. Og svo var ég bara ein að vinna í þessu verkefni mínu sko, hérna niður í kjallara. Og ég man að þetta haust eftir ég var búin að vera hérna í 3 mánuði, þá hitti ég gamlar vinkonur svona kvöldi til og við vorum að spjalla og ég talaði voða mikið og ég var að byrja þar afsökunar á hvað ég talaði mikið og ég hefði nefnilega væri búin að þegja í 3 mánuði. Þær trúðu mér allavega sko því að ég er nú ekki manneskjan sem að þegir í 3 mánuði. En allavega þá var þetta svona. Svo sem sagt tók ég mig hlé haustið til að klára lokaverkefni mitt og kom svo aftur miðjan janúar. Og þegar ég kom hingað, þegar ég gekk hingað að heiman, þá hugsaði ég ætla að mæta og ég ætla að segja upp. Af því að mér leist ekkert á þennan vinnustað. Þar sem fólk sko talaði ekki saman, mér fannst eins og enginn vissi hvað ég væri ég vildi að gera þarna sko. Ég bara kom og sat einhvern veginn ein í mínu horni og enginn spurði mig hvað ég var að gera eða neitt og enginn virtist hafa neitt áhuga á þessu. En það var bara tekið svo vel móti mér þennan dag. Það var bara allt fyrir mig gert að reyna að finna stað fyrir mig til að vera og finna tölvu og svona og það var komið ný kaffistofa. Og hún hafði komið akkurat þannig í millitíðinni, nýja kaffistofan þar sem maður gat setið við borð og spjalla við þann sem sat næst manni án þess að allir á kaffistofunni heyrðu hvað maður sagði. Þannig að það munaði mjög miklu þetta. Og ég sem sagt sagði ekki upp þarna fyrsta daginn og ég er ekki búin að segja upp ennþá, þannig að ég er hér enn.